Geturðu sagt mér, hvenær landsmót hestamanna? Landsmót hestamanna hefst 3. júlí í sumar og því lýkur laugardagskvöldi 9. júlí. Dagskrá á völlunum í keppnisbrautinni. Þann 10. júlí, á sunnudeginum, verður opið hús hér sveitir hjá Hrossaræktarbúum þar sem þau bjóða gestum landsmóts heim á leiðinni heim til að koma að skoða heim til sín. Á landsmóti mæta færustu knapar og bestu hestar landsins og etja kappi í hinum ýmsu greinum og sem hefur verið bara gert síðan 1950. Svo skemmtum við okkur hestamenn líka og svo þetta bara svona almennt frábært mannamót. Það koma margir erlendi gestir til okkar og já, okkur bara hlakka til að hitta alla á Höllu. Þú ert greinilega hestamaður. Já, titlamessinslíkan. Hvað er svona eftirminnilegasta landsmót hestamanna sem þú hefur farið á? Fór fyrst 82, þannig að já, og keppti svo 86 sjálfur sem barn og já, hvað er ég að segja? Alltaf eftirminnilegasta, það hefði ekki bara verið þá. Að keppa sem hvað ég var, 13 ára eða eitthvað, æðislegt í barnaflokki. Af hverju skiptir þetta máli? Þetta náttúrulega skiptir máli fyrir okkur hestamenn að bara svona að taka aðeins stöðuna hjá okkur. Hvar erum við stödd í þróuninni með reiðhestinn okkar og gæðinginn. Það er svona það sem ég myndi halda að skiptir mestu máli og náttúrulega bara koma saman. En hvað finnst þér að skemmtilegast að vita? Við landsmót, eða að plana landsmót. Fyrst við landsmót? Við landsmót, það er bara mannamót í landsmót. Og náttúrulega sitja og vera í þeim forréttinda hópi að geta sitið í brekkunni og það er bara gæðingur og toppreiðmaður og eftir gæðingi og skilur þetta er bara frábært dæmi. En að plana landsmót, hvernig er það? Hefurðu gert það áður? Ég hef aldrei planað landsmót áður, nei. Og það er skemmtilegt, virkilega, en rosalega krefjandi. Og í rauninni snýst það það að hafa vissa sýn á hvað maður vill framkalla þessa helgi og þessa viku og vera með frábært fólk með sér. Og ég er svo sannarlega með frábært fólk með mér hérna á svæðinu. Og allir eru algjörlega á því að halda frábært landsmót. Hlakkar ekki til? Ég er náttúrulega bara að rifna úr spenningi. Loksins landsmót, það er búið að opinbera það hvaða skemmtikrátt að verða hjá okkur. Og hverju verða? Við ætlum að vera með Helga Björns. Hann náttúrulega er bara magnaður, hann skemmtir hestamönnum alveg ofboðslega vel. Við ætlum að vera með Pál Óskar, sem er náttúrulega legendir í það er alltaf stuð þar. Og svo koma paparnir saman aftur. Og það er rosalegur spenningur fyrir þeim. Plús það verður líka að vera fleiri artistar á mótinu sem er við möttum að tilkynna. Og hvenær byrjar svona undirbúningur? Undirbúningurinn náttúrulega var löngu hafinn fyrir mótið 2020. Því var svo náttúrulega, það var blásið af út af COVID eins og svo margt annað. Við hófum svo aftur vinnu núna í október 2021. Og hverju koma að svona? Þeir sem koma að þessu eru náttúrulega bara fólk hérna á svæðinu. Það koma að þessu náttúrulega bestu dómarar landsins, bæði í gæðingakeppni, íþróttakeppni og svo kynbótarhrossum. Við erum með þrenns konar keppni innan gæsalappa. Það eru metin bestu kynbótarhross landsins til undaneldis. Þarna keppa menn í gæðingakeppni sem er elsta keppnisgreinin sem við erum með í gangi. Og svo erum við með íþróttakeppni sem er í rauninni þannig ný lunda á landsmóti en er keppt á heimsmeistaramótum alltaf annað hvert ár og er mjög vinsælt keppnisform á íslenskum hestum. Þannig að það eru svona mismunandi hestgerðir sem fitta í gæðingakeppni og svo þá í íþróttakeppni. Og hvað eru margir sem koma á svona mót? Í gæðingakeppninni taka þátt 500 keppendur sem er rauninni koma inn frá hverju, það er kvóti á hverju félagi í landinu. Það fer eftir stærð félaga. Þannig að þeir mega senda með félagstölu, senda þá þátttakendur í samræmi við það. Þeir eru 500. Við erum svo með íþróttakeppnina sem telur 100 hross. Og í kynbótarhrossunum eru það 170 sem mæta fyrir utan afkvæma hesta. Svo erum við með sýningu ræktunarbúa og svo ætlum við að vera með risastóra hópið þar sem aðildarfélögin mæta með sína fána og setja mótið á 50. kvöldinu.
Það mjög tilkomumikil sjón og fólki finnst það í rauninni út erlendum gestum finnst það eitt af magnaðasta þegar það sér. Þú ert kannski með mörg hundruð hross og þú ert með fólk á öllum aldri og allir sem koma sem stolt bera fána síns félags. Það eru komnir að þessu móti veitingamenn sem ætla að færa gestin inn í einhverja aðra veröld í mat og drykk. Þeir lofa því. Þetta á að vera alveg frábær upplifun og svo erum við þarna með svona markaðstjald sem vani á svona mótum að hafa. Þetta markaðstjald er 750 fermetrar og þar inni eru svona básar, kynningabásar með ýmiss konar mat og vörum og bara kynningu og sölu. Þannig að það er tilkomumikil markaður sem verður þarna. Já, af hverju er mikilvægt að hafa svona básar? Þetta eykur bara fjölbreytileika mótsins og í rauninni býður fleirum að því. Og þarna er fólk kannski með vörur sem ekkert endilega akkurat snúast ekki endilega hesta, heldur bara, það er fólk að selja harðfiska og svo framvegis og allt upp í bara dýrar úlpur. Það verður traktor þarna til sölu eða skilur það að verða kerrur, traktorar og fleira. Allt til sveitastarfa og flottir bílar og ýmislegt. Ég segi bara loksins landsmót, hlakka til að hitta bara sem flesta á Hellu í sumar og miðasalan er á tix.is, allir að drífa sér þangað og sjáumst á Hellu.